Já, góða kvöldið og gaman að sjá okkur hér saman komin á vinnustofu Kjarvals, salnum Fantasíu sem er orðinn okkur mörgum vel kunnur, þar að segja okkur sem höfum sótt hér bókaklúbbinn af miklum móð. Það var dálítið kvartað undan því í liðnum mánuði þegar við fjölluðum merkilegt rit David Attenborough, Líf á jörðinu okkar, að við skyldum ekki koma saman hér. En loftslagsumræðan svo eldfim að ég hreinlega þorði ekki að hófa saman hópnum, bara af öryggisástæðum. En þess í stað fékk ég gamlan Borgnesing og félaga Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing til að hitta mig fyrir framan myndavélar og við ræddum saman í ágætum hlaðvarpsþætti sem við vörpuðum svo á netið og hefur fengið mikla hlustun síðustu vikun eða svo. Hvet ykkur til þess að kynna ykkur það efni og þetta eitt af þeim formum sem við hyggjum nýta í samhengi við starfsemi klúbbsins, en auðvitað alltaf langmest gaman að koma saman og ræða saman augliti til auglitis. Nú, viðfangsefni septembermánaðar ekki að verri endanum og mig langar til að deila með ykkur svona dálítilli persónulegri reynslu því að árið 2000 þá var ég á öðru ári í Verslunarskóla Íslands, hafði skráð mig þar til náms og þá voru nú einkunnir ennþá gefnar í tölustöfum og hafði náð meðalengun upp á 8,75 sem fleytti mér inn í skólan. Það hefði nú sennilega verið B+ eða A- eða eitthvað, ég veit, og það veit það sennilega enginn. En fyrir jólin 2000 kemur út bók sem ég hafði ekki heyrt af í jólabókaflóðinu, en hún kom upp úr jólapakka heima hjá foreldrum mínum. Mér minnir að frænka mín ein hafi sent mér þessa bók og þá var það bókin Hagfræði í hnotskurn. Og það kom vel á vondan þar því að ég var hafði skráð mig á hagfræðibraut í Verslunarskólanum og ég settist niður og las þessa bók yfir jólin. Ég man meira að segja hvar ég var þegar ég settist niður við þann lestur og margir þekkja nú Mannkýf, þá frægu hagfræðibók sem kennd var bæði í Háskólanum og Verslunarskólanum og hvort hún sé ennþá kennd, ég veit það ekki. En hún dálítið þurr og mikil og mjög fræðileg. En Hagfræði í hnotskurn sem þarna kom upp úr jólapakkanum, hún breytti algjörlega hugmynd minn það hvað hagfræði snerist um. Á mannamáli var loksins einhver sem talaði til mín þetta mál. Og svo alls réttlætis ég gæta þá vil ég taka fram að Bjarni Már Gylfason hagfræðingur var kennari minn í hagfræði og hann vann líka mjög gott starf í þessum efnum. Hann talaði líka mannamál út frá Mannkýf bókinni í Verslunarskólanum. Og ég hef kannski lesið þessa bók tvisvar síðan, mögulega upp úr hruni ef ég man rétt, en svo þegar að bókaklúbbunum fór af stað núna í apríl og við fórum að fjalla ýmis málefni þá sá ég það að bókin hafði verið prentuð að nýju og hún nú nefnd önnur prentun eða framhaldsprentun af annarri prentun en raun og veru þriðja prentun og mér þótti upplagt að hvetja fólk til að lesa þessa bók ef það hafði þá ekki þegar gert það og ég hafði engin reynslu eða gat dæmt það að maður hafði gott af því að lesa hana aftur sjálfur eftir að hafa farið yfir hana fyrir 25 árum síðan. Einhverjir halda að þetta sé nú svona kennarasleikjumál að minni hálfu vegna þess að þýðandinn af bókin Haraldur Jóhannessen, ritstjóri Morgunblaðsins og kannski geti þetta orðið gott tilefni að launasamtali núna í október eða nóvember. En það ekki ástæðan. Hann þýðir þessa bók sem ungur blaðamaður og ungur hagfræðingur og gerði það lista vel og þetta eitt dæmi það eins og lærdómsritin í mörgum tilvikum og reyndar mörg önnur verk sem þýdda verið íslensku að þau taka hús á manni aftur og aftur á ólíkum æviskeiðum. Og hér hún komin og hér við komin til þess að ræða þessa bók og það sem
vakti svona sérstaka eftirtekt mína þegar ég heimsótti verkið að nýju núna svo staðreynd að Henry Hazlitt, þessi bandaríski blaðamaður og hagfræðingur, heimspekingur, sjálfmenntaður í hagfræði, gerir að hann stillir hagfræðinni dálítið upp á móti stjórnmálamönnum. Hann stillir stjórnmálamönnum upp við vegg og segir þið eruð að fara með fleipur hér og það kennir reynslan og þessi reynsluvísindi sem hagfræðin Og þá fór ég að velta fyrir mér hvern ætti ég að fá til þess að setjast niður með mér hér á þessu bókakvöldi og þegar ég hafði rannsakað það mál nokkuð nánar þá kom þetta bara einn einstaklingur til greina og það var hagfræðingurinn og stjórnmálamaðurinn Ásdís Kristjánsdóttir og ég væntinga til þess hér í kvöld að hún muni stilla sjálfri sér upp í vegg áður en langt líður og við skulum sjá hvor þessara aðila stjórnmálamaðurinn eða hagfræðingurinn hefur betur í þeim slag. Bjóðum hana velkomna. Ásdís, ég hef nú haft orð að því áður að þú ert yfirleitt snöggt til svars og virðist eiga gott með að taka ákvarðanir hratt og vel. Þegar ég baði að og þá við þegar við erum að biðja að koma í viðtöl að ræða oft viðkvæm málefni sem að sumir þurfa að velta mikið fyrir sér og kannski of mikið. Þegar ég spurði hvort þú væri til í að koma að ræða þessa bók þá varstu snöggt til svars eins og venjulega. Þú varst alveg til í það. Hefur þú þekkt þessa bók lengi? Já, ég hef alveg þekkt þessa bók lengi en ég viðurkenni það þó að ég las hana aftur fyrir þetta kvöld hér. Það var eins gott fyrir þig. Ég ætla ekki að láta þig grilla mig hér. En nei, mér finnst bara frábært að fá að koma hingað og ræða þessa bók og ræða hagfræði og sérstaklega svona hvernig við tengjum þetta saman við pólitíkina vegna þess að dag frá degi eru við að mínu mati þegar við erum að ræða pólitík þá erum við alltaf með einhverjum hætti að snerta á hagfræðinni og efnahagslegu málum og þetta tengist allt saman. Þannig að ég bara spennt. Ég veit ekki hvort þú ætlar að stilla mér upp í vegg og með hvaða hætti. Já, ég stend bara föst á því sem ég hef gert á mínum stutta pólitíska ferli. Sjáum til. Draumurinn var að þú myndir stilla sjálfu þér upp. Sko. Það alltaf best að fólk kemur sér bara sjálft í þessar ógöngur í svona viðtölum. En það nú ekki markmiðið hér, en ertu ekki sammála því að þessi, þetta Henry Hazlitt, þessi maður, hann skrifar þessa bók miðjan 5. áratuginn. Hún reyndar svona hún endurútgefin og beturumbætt þegar líður á 5. og 7. áratuginn og þetta hefur verið endurprentuð og þýtt á ótrúlegan fjölda tungumála. En þarna hann dálítið að láta hagfræðina glíma við stjórnmálin. Hann að taka í raun í grunninn á svona stjórnmálalegum bábiljum, ef ég leyfi mér að segja. Jú, og það alveg rétt og líka það sem svo þegar maður að lesa þessa bók, þetta hagfræði á mannamáli og bara tenging við bara það sem við þekkjum bara dag frá degi og lýsingarnar við náum einhvern veginn öll að samsvara okkur við bara samtíman í dag og mikið af því sem verið að fjallum í þessari bók bara eitthvað sem við erum að sjá bara við erum að lesa í fjölmiðlum bara í dag. Og það það sem þess að segja og ég tek algjörlega undir það, Stefán, að það bara hollt og gott fyrir alla að lesa þessa bók og svona skilja, hagfræðin þetta ekkit flókið. Þetta bara eins og sagt í bókinni, þetta bara heilbrigð skynsemi. En við verðum hins vegar að passa okkur hvernig við notum þessi hugtök og heilbrigð skynsemi sem snýr að hagfræðinni getur líka snúist í andhverfu sína. Og það kannski það sem við erum að sjá í pólitíkinni, að það þessi freistni til að nýta hagfræðina til að sannfæra kjósendur, íbúa og aðra landsmenn að þetta sé hinn rétta leið og þá kannski verið að tala fyrir einhverju stefnu, einhverjum áherslum, einhverjum aðgerðum sem að hafa bara áhrif á afmarkaðan hóp, hvort sem einstaklingar eða jafnvel atvinnuvegi án þess að horfa á það hvað afleiðingar þetta hefur á heildina, á samfélagið allt. Vegna þess að endanum myndi ég nú ætla að ef þú ferð í pólitík, þá ferð í pólitík til að hafa jákvæð áhrif á samfélagið þitt og þá þarftu auðvitað að huga að heildinni en það þessi freistnivandi að koma fram með einhverja
aðgerð sem virðist vera töfralaust, hljómar afskaplega vel og þú fær meðbyr með því sem þú ert að segja, en svo kannski koma afleiðingar í ljós síðar og það hefur jafnvel bara neikvæð áhrif eða bara, já, og neikvæð áhrif á samfélagið allt og þá hefði betur verið heima setið en á staðfærið. Hagfræðingar reikna og að fara í gegnum hagfræðina kallar á þekkingu í þeim efnum, en hagfræði í grunninn félagsvísindi. Við það ekki að nota mælistikur hagfræðina til þess að mæla mannfélagið og mannlega hegðun og annað í þeim dúr. Þetta eru í lok dags ekki nákvæmnisvísindi í þeim skilningi. Nei, það alveg rétt. Þetta félagsvísindi, jú, það líka auðvitað talsverð, það þarf að reikna, þú þarft að gefa þér ákveðna forsendur og þú ert að spá fyrir framtíðina, en á endanum þetta bara snýst þetta það, þú ert að reyna að meta áhrifin, efnahagslegu áhrifin á heildina, á samfélagið og þú þarft að gefa þér auðvitað ýmsar forsendur. Þetta ekki eins og starffræði þegar þú ert með flókna reikniformúlu og þú kemst að einhverju niðurstaðu annarkvort er röng eða rétt. Þetta ekki þannig. Þú ert að gefa þér ákveðnar forsendur, þú ert að spá fyrir með framtíðina, þú ert að reyna að geta þér til hvað afleiðingar þetta hafði og svo framvegis, þannig að jú, einhverju leyti þetta félagsvísindi en samt sem áður, þetta svona, já, má segja að við erum að blanda þessu svolítið saman. Og pólitíkin blandast inn í eins og þú segir, þetta eru verkfæri sem hægt að nýta til góðs og íls. Á síðu 31 varpar hann fram í raun og veru stefi, þar að segja þessar útgáfu sem við erum með nýju prentun. Varpar hann fram stefi sem ómar svo í gegnum alla bókina. Hann að fást við það að svara sömu spurningunni í ólíkum myndum. Það þessi lexía, eina lexía sem hann segir að hægt sé að draga alla hagfræðina saman í. Mér langar bara til að lesa hana hér þannig að við séum öll á sömu blaðsíðunni, síðu 31. Hagfræðin felst í því að líta ekki aðeins á skammtíma áhrif stefnu eða ákvarðana, heldur einnig á langtíma áhrifin og að skoða afleiðingarnar ekki aðeins fyrir einn hóp heldur fyrir alla hópa. Mér langar kannski til að fá þig til þess að svona skyggnast aðeins undir yfirborðið bara stóra málið í stjórnmálunum hjá okkur síðustu mánuði út frá málþófinu í þinginu öllu var þetta veiðigjöldin. Þar hafa hóparnir sem eru á öndverðum meiði einmitt bent á hvern annan og sagt, þau sem hafa stundað málþófi hafa sagt, þið eru hér að taka ákvörðun sem mun hafa áhrif á allt samfélagið, ekki til góðs, en hinir segja einmitt, þið eru hér að verja til skamstíma hagsmuni eins hóps en ekki að horfa á heildina sem þarf að fá réttlátt afgjald fyrir sína auðlind og annað í þeim dúr. Í því ljósi hvernig báðir hópar virðast beita lexíunni, endur ekki alltaf einhvers konar öngstræti með þetta? Jú, þetta alveg mjög gott dæmi. Þarna talandi einmitt þetta málþóf sem átt sér stað og veiðigjöldin og það var líka verið svolítið að leika sér á orðum. Það var auðvitað verið staðreyndin svo að það var verið að tvöfalda veiðigjöldin og hér voru þá, ég meina á Alþingi voru menn ekki sammála það hvað afleiðingar það myndi hafa. Ríkisstjórnin talaði leiðréttingu og það að mínu mati leikur á orðum. Þetta auðvitað bara tvöföldun á veiðigjöldum, þetta skattahækkun og það auðvitað, þessi umræða á þinginu snerist það hvaða áhrif mun þetta hafa á samfélagið okkar, á útflutningsgreinar okkar, á verðmætasköpunina og lífskjörin okkar. Og tilhneigingin auðvitað svo að einmitt talandi svona hagfræði og þessi skammtíma áhrif og kannski svo líka að fókusera bara á einn hóp en ekki heildina, að það freistandi að stíga fram og segja, heyrðu, sjáiði, við förum í þessa leiðréttingu, það mun skapa 8 milljarða og við getum nýtt þessa 8 milljarða í eitthvað annað. En þannig auðvitað bara verið að horfa á afmarkaðan hóp en ekki verið að horfa á hver áhrifin verða til langstíma. Hvaða áhrif mun þetta hafa á útflutningsgreinina sem slíka, hvaða áhrif mun þetta hafa á fiskvinnsluna og svo framvegis. Þannig að sko, þetta auðvitað bara pólitísk umræða. Dag frá degi erum við að sjá þessa umræðu eiga sér stað og þetta einmitt eitthvað dæmi það. Þarna voru menn bara ekki sammála hvaða áhrif þetta myndi hafa til langstíma.
og fókusin var of mikið á kannski hvað við köllum þetta, hvað þetta þýðir og hvað ætlum að gera við peningin í stað þess bara á endanum það auðvitað alltaf þannig að skattahækkanir eru skattahækkanir og þær hafa áhrif. Nú sagði Þórólfur Matthíasson, prófessor við Háskóla Íslands, að hugmyndin eða ákvörðun afnám samsköttunar hjóna væri bara málfræðileg æfing. Ég vissi ekki að þetta væri íslensku mál í þinginu, en þegar maður horfir á þetta mál og önnur og kannski mál sem ég myndi vilja drepa á hér í sambandi við kaflan í bókinni, þá hagfræðin í lok dags bara pólitík? Verður hægt þegar þessi mál verða gerð upp með einhverjum hætti að segja, já, hagfræðin hefur komist að þeirri niðurstöðu að ákvörðunin var rétt eða ákvörðunin var röng? Sko, auðvitað ákveðin pólitík fólgin í þessu en á endanum, og það kannski það sem vont við þetta, það eru þessi áhrif sem koma fram strax og svo eru áhrifin sem koma bara á lengri tíma. Og það það sem of oft gerist, við kannski tökum einhver ákvörðun í dag, það varað við því, þetta mun hafa þessar afleiðingar, en áhrifin kom ekki fram fyrir bara eftir einhver ár og þá erum við öll búin að gleyma því og bara farin á stað og kennum einhver öðrum. En mér finnst nefnilega mjög áhugavert með samsköttun hjóna og ég heyrði einmitt það að þetta var einmitt talandi svona leikur á orðum að þetta væri, hvað sagði hann? Málfræðilega æfing held ég? Já, einmitt. En það líka svolítið sláandi hvernig þessu stilt fram. Þarna líka sagt eins og til dæmis í fjárlagafrumvarpinu. Nú erum við bara í september byrjun var verið að kynna fjárlagafrumvarpið og það bara slengt fram og sagt það ekki verið að hækka skatt á fólk og fyrirtæki. Já, það verið að tvöfalda veiðigjöldin. Það skattahækkun. Þannig verið að leika sér á orðum, bara segja það og bara sagt beinum orðum, þetta eru ekki skattahækkanir á fyrirtæki. Varandi einstaklingana þá heldur ekki sagt að þetta séu skattahækkanir á einstaklingana, endanum þetta auðvitað skattahækkun. Það að afnema samsköttun hjóna skattahækkun á hjón sem að nýta sér slíka samsköttun. Og mér finnst áhugavert að skoða kynningu frá fjármálaráðuneytinu þar sem að það verið að greina hvaða áhrif þetta mun hafa og á hvaða hópa þessi áhrif munu hafa. Og því bara haldið fram að þetta mun bara hafa áhrif á einstaklinga sem eru í hærri tekjutíundinni. En þarna einmitt verið að horfa á einstaklingin en ekki hjónin eða heimilin sem að nýta sér samsköttunina. Á endanum þetta skattahækkun á heimili sem að nýta sér þessa samsköttun af ýmsum ástæðum. Mögulega vegna þess að annar einstaklingurinn heima að sinna veiku barni eða heima með lítil börn eða kýsa vera heima en á endanum þetta skattahækkun á þessi heimili. Því var nú haldið fram í ágættu þætti hjá mér á föstudaginn síðasta að þetta hefði eiginlega bara áhrif á 52 ára karlmenn á Seltjarnarnesi og í Garðabæ. Og nú bý ég í Garðabæ en það alveg áratugur í að þetta fara að hafa áhrif á mig þá. Þannig að ég mjög ánægður með það. Svo ég komið því að hvað ég ungur hérna. En þetta bara ekki rétt. En þetta hefur þetta áhrif á 2 einstaklinga, auðvitað. Ég seti þetta í samhengi, kannski þá langt gengið, en við áttum hér áhugaverðan fund fyrir í sumar bókina 1984 og hugtökin. Maður velti fyrir sig þessu með leiðréttingun, ef þú breytir skatti sem að hefur verið til staðar. Og þú getur sagt, já, þetta leiðrétting, að hann var ekki réttur, við hefðum átt að innheimta meira. Hafa þeir ekki rétt fyrir sér þegar þeir segja þessi leiðrétting, þó það sé líka skattahækkun, eða eru menn að brengla þarna hugtök að þínu mati? Já, á mínu mati, einmitt í þessu dæmi verið að brengla hugtökum vegna þess að þetta átt að vera hinn svokallaða leiðrétting vegna þess að það var verið að breyta hvernig þau voru að breyta hvernig þau verðmeta stofnin, sem sagt hvernig horfa til markaðsverðs erlendis frá. Og ef að það leiðréttingur sem á sér stað, að það að horfa til þess hvernig verðið fundið út og horfa til markaðsverð erlendis, þá myndir alltaf breyta skattstofnunum á móti. Á endanum þetta bara skattahækkun vegna þess að þetta að skilja 8 milljörðum meira til ríkissjóðs og það ekkert annað en skattahækkun. Ef að það ætti að fara í einhvers konar leiðréttingu, hvernig við erum að reikna út veiðigjöldin, þá myndir alltaf leiðrétta skattstofnum móti þannig að netto áhrifin yrðu 0. En þannig ekki hægt að segja þetta sé leiðrétting nema að því fylgir með að auðvitað þetta líka að auka skatttekjur ríkissjóðs og þar með talið skattahækkun. Þá langar mér til að koma úr hinni áttinni vegna þess að svo segja útgerðarfélögin sem að bera sig illa gamli grátkórin sem talaður að
þetta muni leiða til minni skattekna fyrir ríkissjóð vegna þess að drægu fjárfestingu og öðru slíku. Má það ekki færa rök fyrir því að þetta sé skattalækkun? Nei, þetta ekki þá skattalækkun, þetta lækkun á skatttekjum ríkissjóðs. En það auðvitað alveg rétt að þegar það gengið svona fram og farið í skattahækkanir þá auðvitað hinar afleiðingarnir sem koma fram og þær kannski koma fram síðar. Reyndar í þessu tilfelli erum við að sjá afleiðingar þess koma fram núna. Það hafa uppsagnir átt sér stað í fiskvinnslunni og við erum að heyra það bara í Kópavogi að það eru líka fjárfestingar að draga saman hjá fyrirtækjum eða þar að segja tekjur að draga saman og fjárfestingar þar með talið í sjávarútvegi vegna þessa sem í ykkar eru þá sveitarfélagi? í okkar sveitafélagi sem eru þá í starfsemi tengt sjávarútvegi, þannig að það eru líka þessi óbeinu áhrif, en það er svo erfitt að meta þetta vegna þess að það kemur fram ekki bara leið, heldur þetta kemur smán saman fram og tekur tíma að koma fram. En það nefnilega það sem maður óttast með þessa aðgerð sem slíka, þessa leiðréttingu og þessa skattahækkun, þetta skattahækkun Stefán Einar, ég held við getum verið sammála. Ég held að þetta skattalækkun, ég alveg samfærður en þetta getur þessina afleiðingi getur orðið svo að endanum ríkissjóður jafnvel bara verðsettur og fær lægri tekjur frá þessari atvinnugrein heldur en fyrir hækkun veiðigjalda. Við vitum þetta lítið það vegna þess að ég hef nú minnst á þetta margoft í áhugaverðu samtali við forystumenn meirhlutans þá spurði ég út í það hvort það hefði verið unnin greining á því hvort þetta myndi auka skatttekjur eða minnka þær og það var fullyrt að sú greining hefði átt sér stað en hún hefur ekki fundist, hún er týnd inn í fjármálaráðuneytinu, hafi hún einhvern tíma verið til en það hins vegar fullyrt og var fullyrt í þessu samtali að það lægi hlutarins eðli að með hækkandi skatti myndu skattekjurnar aukast. Þá þetta eftir að koma í ljós og verður áhugavert að diskutera þegar að því kemur. Já, þarna ertu líka að gefa þér forsendur bara þetta mun ekki hafa nein áhrif. Þú veist, það lykil forsendan, þú veist, hjá ráðuneytinu að þú færð þessar auknu skattekjur án þess að hafi áhrif á starfsemina sem slíka og annað dæmi, bara með langar að nefna því að þetta var bara í Morgunblaðinu í morgun varðandi vörugjöld á bifreiðar. Og það verið að hækka vörugjöld þannig að þetta eigi að skila ríkissjóði 7,5 milljörðum. Og það eru forsvarsmenn bíla, ég held að þetta sé frá bílasölum sem að stíga fram og benda einfallega á það að þetta eru þvílíkar hækkanir að þetta mun hafa áhrif á sölu bifreiða. Þannig að afleiðingin svo vegna þess að þegar þú hækkar svona vörugjöld þá þurfa auðvitað þeir sem eru að selja bílana að setja það út í verðlagið þannig að verðbólgan mun aukast, vextur mun hækka og sala á bílum mun draga saman. Þannig á endanum sitjum við kannski uppi með þá hærri verðbólgu, aukna verðbólgu, hærri vexti og að það verður samdráttur í sölu bíla. Og einmitt áhugavert í þessu viðtali og bent á það að það þetta markmið stjórnvalda að það verða hér orkuskipti á bifreiðum en við erum með gamlan bílaflota þannig að mögulega erum við líka með þessari aðgerð að fara að hægja á þessari breytingu sem svo sannarlega verið að stuðla að. Fólk öfundast nú oft út í fólk sem á dýr og fína bíla, ég veit ekkert betur en að lenda á eftir gelandi vakon frá Benz í umferðinu og vitandi að viðkomandi borgaði kannski 30 milljónir vörugjöld inn í ríkissjóð. Þetta bara frábært fyrir okkur hinn. Ég hvet þetta fólk til að endurnýja þessa bíla á hverju ári. Þannig að það áskorun hér að menn endurnýji bílaflotan en aðallega í bensínbílum því að þeir bera miklu hærri vörugjöld. Já, en þarna ertu Stefán aftur bara einblín á einn einstakling en ekki heildina manstu. Já, ég held að heildin njóti mjög góðs af þessum einstaklingi. Það ekki rétt? Aftur, nú segja einhverjir að við séum að ræða pólitík og mikið fremur en hagfræðina. Fæði til þess að fara þess yfir það, hvaða upplifun af því fyrir þig að lesa þessa bók aftur núna þegar þú komin í sannlega pólitíkin en þú ert hagfræðingur. Hvað svona vekur athygli hagfræðingsins við að renna yfir þennan texta Haslits? Já, sko það ótrúlega áhugavert af því að það náttúrulega bara margir áratugir síðan þessi bók var skrifuð. Hvernig við getum samt sem áður spegla þetta við bara samtíman, það sem að gerast í dag.
og þessi lexía öll sem að það fer í gegnum nokkrar lexíur hér í þessari bók á svo sannarlega við enn í dag og maður ofta að upplifa það og auðvitað það þá kannski frekar hagfræðingurinn heldur en stjórnmálamaðurinn að stjórnmálamenn stíga fram með fullyrðingar eða með svona nú ætla ég aldeilis að bjarga ykkur kæru íbúar eða kæru kjósendur mínir og ég með lausnina. En á endanum þetta auðvitað engin lausn. Þetta bara á að vera einhver svona töfralausn sem að mun hins vegar á endanum hafa neikvæð áhrif til langstíma. Og bara talandum, þú ert náttúrulega með pólitíkus í settinu. Þannig að bara það sem að ég var einmitt að lesa líka, en bara nýverið og það á við leiguþak að setja þak á leiguverð það hefur nú verið í umræðinu hér fyrir einhverjum árum síðan og ég get ekki betur séð en að það sé aftur að koma eða það sé aftur í umræðinu í dag og það einmitt lexía í bókinni hvað það varðar, hvaða afleiðingar hefur það ef við setjum þak á leiguverð, hvað erum við að gera við erum að segja við markaðinn leiguverð má ekki vera hærra en sem þessu nemur. Og þetta bara skipun og ofan, skipun frá stjórnvöldum. Þetta 18. kafli bókarinnar. Þetta 18. kafli. Áhrif hámarkslegu. Já. Og nú bara verið aftur að ræða þetta, hvort við eigum með einhverjum hætti svona að huga því hvernig við getum, hvað maður að segja, svona staði vörðum leigjendur í landinu með því að setja á leiguþak. En þetta hljómar allt afskaplega vel. Ef ég væri leigjandi, þá myndi ég hugsa, þetta frábært. Þetta frábær lausn. Þannig ég að tryggja það. Þannig eru stjórnvöld að tryggja það fyrir mig að leigjandinn mun ekki hækka verðið umfram eitthvað ákveðið við mig. Þannig að ég örugg í mínu leiguhúsnæði. Leigusali mun ekki hækka á þig. Og leigusali mun ekki hækka. Það ekki, já. Vegna þess að vera sett þak. En á endanum það auðvitað þannig að það markaðurinn sem slíkur mun leiða til þess að það verður skortur á leiguhúsnæði. Færri munu sjá hag sinn í því að leiga út sína eign eða aðra eign og þetta mun líka leiða til þess að það myndast svona skekkja á markaðnum, það verður svartur markaður með leiguhúsnæði og þetta höfum við upplifað áður. Þetta höfum við upplifað til dæmis með verðlagshöftunum sem við vorum með hér 1936 til 1960. Ég var ekki fæddur þá, ég man þetta ekki Nei, en þú lest nú mikið, en ég meina þá nákvæmlega gerðist þetta, að það varð bara svona skortur, vöruskortur, svartur markaður og endan með auðvitað hættu við bara með þetta og það ekki til einhver töfralausn. En þessi hugmynd hefur verið viðru hér, við sjáum forsætisráðherrann hreinlega tala opinskátt það að hún sé á móti því að einstaklingar fjárfesti í fasteignum til áframleigu á einstaklingsmarkaði, íbúðamarkaði. Á sama tíma horfum við upp á þjóðfélög gegn útrúið að þú hafir fylgst eins og aðra hagfræðingar með hinni miklu tilraun í Argentínu núna, þar sem að þessi hámarksverð á leigu var afnumið og hefur verið að snúa markaðinu við, í raun bjarga því sem bjarga verður þó að skammtíma áhrifin kunna vera sársaukafullt í einhverjum tilvikum. Við stefnum nærði eða meira í áttina hér á landi að því að setja svona reglur heldur en ekki. Ein birtingamyndin auðvitað bannið við Airbnb útleigunni. Það ekki rétt? Það ekki önnur birtingamynd af slíkum höftum? Jú, ég meina auðvitað, þetta eru ákvarðanir stjórnmálamanna að vera með boð og bönn og ég alveg sammála því og það nefnilega, það þessi freistnivandi, það að stíga fram, vera í pólitík, stíga fram og segja kæru leigjendur eða kæru íbúar, nú ætla ég að boða hér boð og bönn vegna þess að þá munum við laga þetta, en á endanum það auðvitað bara alltaf markaðurinn sem ræður og það hefur það bara sagan sýnt sig, hvort sem það með snýrað að leiguverði eða leigumarkaðnum
eða bara húsnæðismarkanum almennt. Besta leiðin til að lækka leiguverð auðvitað bara að við séum með nægt framboð, hvort sem í leiguhúsnæði eða húsnæði til eigin kaupa. Og við eigum ekki, og það tilhneiging stjórnmálamanna að stíga inn og beita sér með einhverjum hætti, þannig að stýra markanum svolítið með boðum og bönnum eða með ívilnunum eða styrkjum. En besta leiðin auðvitað bara að leyfa markanum að ráða. Undirliggjandi vandamál í verðbólgunni hér á landi hefur verið og ennþá fasteignamarkaðurinn, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. Kópavogur ekki þar undanskilinn auðvitað og fasteignaverð hátt þar eins og í Garðabæ, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Reykjavík og Seltjarnarnesi. Það eru vaxtamörk sem hafa ekki alveg tekið mið af fólksfjölgun hér. Við heyrum stjórnmálamenn eins og fráfarandi leiðtoga Viðreisnar tala það að borgin vilji stíga meira inn í full hönnun tiltekinna lóða eða hverfa jafnvel, það sem að borgin segi einfaldlega hversu stórar íbúðirnar eiga að vera og annað þar til að áður en verktakarnir koma að. Keldnalandið þannig að sennilega mun fjórðungur íbúanna verða úti hvern vetur við að reyna að komast frá bílastæð á húsinu í enda hverfisins og í átt að heimili sínu. Og með bónuspokan í hönd eða barnið á arminum. Ef að þú fengir að ráða vaxtamörkum borgarinnar eða borgarlandsins, höfuðborgarinnar, hvaða ein ákvörðun, jafnvel 2 ákvarðanir myndu draga mest úr þessum undirliggjandi verðbólguþrýstingi sem að valda fólki með verðtryggð lán miklum búsifjum og fólki sem að hverfa frá óverðtryggðum lánum og inn í verðtryggð lán sömuleiðis út af sömu þróun. Hvaða ákvörðun myndi ég taka snýra vaxtamörkunum? Varðandi fasteignamarkaðinn, hvaða ákvarðanir, segjum 2, mátt tegja upp í 3 ef það eru skiljanlegar. Hvaða 1 til 3 ákvarðanir myndu hafa mest áhrif á það að það væri hægt að koma einhvers konar skikki eða jafnvægi á þennan markað sem augljóslega í ójafnvægi, hvort sem að það í þá átt að það standi 100 íbúða tómar á valsreitnum eða þá að það algjör eða fullkomin íbúðaskortur í tilteknum hverfum. Já, ég held að aftur markaðurinn stýrir þessu og við erum að upplifa það ójafnvægi á húsnæðismarkaði og ástæðan svo að við erum ekki að byggja til að mæta þörfinni. Það umfram eftirspurn. Og ég hef talað fyrir því að eins og hjá Kópavogsbæ að við eigum takmarkað að lóðum eftir og það svo blóðugt að horfa upp á það og sorglegt að horfa upp á það að Kópavogsbær sem hefur burði getu bæði rekstralega og bara innviði og annað til að byggja hraðar og meira og við viljum það. En við höfum takmarkað land. Og þess vegna væri að mínu mati klárlega lausn við þessu ójafnvægi sem við sjáum á húsnæðismarkaði að heimila sveitarfélögunum að byggja á stærra svæði. En eins og sakir standa þá erum við búin að búa til vaxtamörk girðingu utan höfuðborgarsvæði og við megum ekki byggja utan þessarar girðingar. Þannig að við og höfum óskað eftir því að fá að byggja utan þessarar girðingar vegna þess að við sjáum að við ættum að geta mætt betur þörfum og við viljum mæta betur þörfum okkar íbúa og annara sem vilja búa í Kópavogi en þá þurfum við að byggja á stærra svæði og ef við byggjum á stærra svæði, ný hverfi að þá erum við að byggja hraðar og hagkvæmara. Þétting ein og sér ágæt út af fyrir svig. Við erum bara að nýta þá betur þær lóðir sem innan bara endur nýta þær lóðir sem eru bara innan þessara marka en það tekur tíma og það kostnaðarsamt. Og ég held að það nægi bara að horfa á þær hagtölur sem að blasa við og hvað við erum að byggja mikið og hvernig uppsafnar húsnæðisskortur hefur að aukast ár frá ári að þá verðum við að endurskoða þessi vaxtamörk. Og til að útskýra aðeins betur fyrir þessum vaxtamörkum þá voru þau sett 2015. Þau voru sett 2015 og eiga að gilda til ársins 2040. Og árið 2015 voru ákveðnar forsendur fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu og ákveðnar forsendur svona hvernig myndum sjá þetta þróast á þessum árum.
Á þeim árum, ég var reyndar ekki í pólitík þá, töldu samt sem áður bæjarstjórar og borgarstjórar að þetta væri nægilega stórt svæði til að mæta væntri þörf í framtíðinni eða til ársins 2040. Raunin hefur verið önnur og við vitum það öll. Okkur búið að fjölga hraðar heldur en við gerðum ráð fyrir árið 2015. Það hefur verið meiri innflutningur af fólki erlendis frá meðal annars, en svo líka annað atriði sem ég finnst áhugavert í þessu samhengi að það var ekki gert ráð fyrir hvaða áhrif öldrun þjóða mun hafa á húsnæðismarkaðinn. En við erum auðvitað elda sem þjóð og það líka að setja þrýsting á húsnæðismarkaðinn vegna þess að þá er alltaf færri og færri í hverri eign. Og mér finnst bara sorgleg staðreynd að horfa til þess að þarna pólitíkin búin að ákveða það að þetta sé girðingin sem eigi að vera utan höfuðborgarsvæði fram til ársins 2040 þegar við horfum upp á það að bara ungar fjölskyldur hafa ekki tök á því að eignast sína fyrstu eign. Barnafjölskyldur sem vilja stækka við sig hafa ekki tök á því að stækka við sig vegna þess að eldra fólki fast í sinni stóru eign vill minnka við sig. Þetta svona vítarhingur sem við erum að búa til og þetta allt gert á pólitískum vettvangi. Forvitnilegt að tala vaxtamörkin sem vítarhing utan borgarlandið. Við skulum nýta þetta hugtak, tala hugtakanótkun, en af hverju ósköpunum gera menn sér þetta? Þetta eins og mig grunar hluti af stóra planinu með borgarlínuna sem við ætlum öll að búa í? Þetta gert á sínum tíma vegna þess að þarna var verið að sporna gegn því að höfuðborgarsvæði myndi bara þenjast út í allar áttir. Það auðvitað líka óhagkvæmt og við viljum það ekki að höfuðborgarsvæði þenjist út bara stjórnlaust. Ég skil þá, ég fullan skilning á því. En það breytir þó ekki því að auðvitað verða stjórnmálamenn að þora að viðurkenna að forsendur eru brostnar. Þetta voru mistök og við verðum að leiðrétta það bara í takt, eða það að segja að breyta þessum vaxtamörkum í takt við þá þróun sem hefur átt sér stað. Og ég verð bara að segja eins og að mér finnst þetta líka bara, þetta hagsmunamál, þetta lífskjaramál og bara þetta snýra heimilunum okkar, þetta snýra íbúðunum okkar. Og ef það fullu vilji hjá okkur og auðvitað það okkar stjórnmálamanna, við verðum að bera ábyrgð á þessari stöðu hér á höfuðborgarsvæðinu og það undir okkur komið að við tryggjum að það séu nægar lóðir til að mæta og íbúðir til að mæta þörfum okkar íbúa sem og annara, að þá verðum við að bregðast við því. Hvað getur þið stækkað Kópavog? Hvað hefði Gunnar Birgisson stækkað þetta mikið ef hann var á jarðýtunum núna? Talandi Gunnar Birgisson, það nú bæjarstjórinn sem að aldeilis stuðlaði að jafnvægi húsnæðismarkaði hér fyrir einhverjum áratugum síðan. Þannig að það hefur nú verið þannig sögulega séð var það nú Kópavogsbær sem að var að vaksa umtalsvert hraðar heldur en öll önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og þökk sé Kópavogsbæ ríkti hér ákveði jafnvægi hér á árum áður. Hann náttúrulega besta one-linerinn sem maður segir fasteignamarkaðin og bara sveitarfélög í sögunni. Hvað var það? Það gott að búa í Kópavogi. Já, og það enn. Já, það alveg rétt. Nei, það sem að við erum allavega, ég sem bæjarstjóri Kópavogs tala fyrir því að við þurfum að endurskoða þessi vaxtamörk og við þurfum að leyfa og heimila sveitarfélögum sem hafa burði til þess að vaxa hraðar að fá þá tækifæri til þess en þetta neitunarvald annarra sveitarfélaga auðvitað bara með ólíkindum og mér finnst þetta svona á mörkum að vera ekki lýðræðislegt heldur. Aftur að Haslitt og því sem hann að fjalla mér þótti þegar ég fór að lesa bókina dátti óþægilegt að hann var dátti að vísa í afleiðingar stríðsátaka og hvernig þau geta haft áhrif á hagvöxt í löndum sem að þurfa að endurreisa sig og ég hugsaði þetta nú ekki kannski eitthvað sem á erindi, svo staðreyndin svo að þetta á erindi vegna þess að við búum á ófriðartímum þar sem að verður að leggja heilu samfélagin í rúst. En það fleira sem hann nefnir og einn mjög áhugaverður kafli sem að hann að fjalla út frá öðrum vinkli eftir við gerum í dag, en það vélvæðingin og sjálfvirknivæðing sem hefur auðvitað verið mikil og margir spáðu því að með tilkomu gufuvélarinnar eldsneytisins sem að gat knúið þessi öflugu faratækja þá myndi fólk ganga unnvörpum atvinnulaust.
nú segja með þetta gervigreindina, hún geti hugsað allt fyrir okkur og leyst nánast hvers manns vanda. Erum við ekki bara að horfa upp á sömu þróun þar? Verði ekki bara allir með atvinnu þrátt fyrir þessa miklu tækni en í öðru formi? Munum við ekki laga okkur að breyttum veruleika með þessum tækninýjungum? Jú, bara auðvitað. Það er það sem gerist. Okkur hættir svolítið til kannski stundum að óttast það eru breytingar eiga sér stað í ákveðinni atvinnugrein, tækniþróun eða annað sem mun hafa afleiðingar kannski og áhrif á þau störf, en þau störf færast bara í einhver aðra atvinnugrein ef það er ekki lengur þörf á því, og sama á við bara ef atvinnugrein leggst út af eða við sjáum fyrir okkur að bara ef að fyrirtæki segja upp starfsfólki eða verður gjaldþrota, þá auðvitað bara, eða hættir starfsemi, að þá fer vinnuafli bara eitthvað annað sem þörfin er, og það er auðvitað það sem gerist. Og okkur, það versta sem að stjórnmálamenn gætu gert væri að vera með einhverja reglur eða boð og bönn til að hamla gegn framþróun, hamla gegn því að við séum að fjárfesta í tækni, stuðla að aukinni framleiðni, vegna þess að forsenda þess að við getum bara hækkað launin okkar, búið við betri lífskjör, erum við aukum framleiðni, aukum verðmætasköpun, og það gerum við ekki nema einmitt með því að fjárfesta í tækni og stuðla að aukinni tækniþróun. Ég nefni þennan kafla sérstaklega út af því að þetta eru auðvitað margir kaflar, en einhvern veginn þrátt fyrir allt í ólíkum eða breyttum myndum þessi fræði kallast við á við það sem við erum að fást við hér í einni annar mynd, vélvæðingin, nú það vitvélavæðingin og annað í þeim tút. Þetta er raun og veru ótrúlegt að sjá hvað svona bók getur haldið gildi sínu þrátt fyrir allt, á meðan einhver annar hagfræðingur kemur ekki og skrifar eitthvað skiljanlegra rit fyrir almenning. Jú, það er alveg rétt. Þetta er algjörlega það sem við erum að sjá að er að gerast bara með ólíkum hætti. Og alveg sama eins og við sáum þegar við vorum að sjá breytingar á bílum, fórum úr hestfugnum í bíla og svo einmitt núna er gervigreindin svolítið, en mér langar líka að nefna eitt af mér finnst það svo áhugavert. Ég heimsótti eitt fyrirtæki daginn sem er einmitt í Sorpi, og ég upplifði svolítið, þetta var meira segja í fréttunum sá ég daginn, ég upplifði svolítið eins og ég væri komin í fiskvinnsluna aftur, vegna þess að þegar ég var að heimsækja fiskvinnslustöðvar þá voru róbotar í auknum mæli svona að vinna í stað starfsfólks, og það er auðvitað bara þessi tækni sem er þar, og ég var að sjá svipað eiga sér stað í flokkun á Sorpi. Það voru róbotar byrjaðir að flokka sorp. Hér áður fyrir stóðu starfsfólk og var að flokka sorp. Þetta er auðvitað bara frábært. Þarna erum við bara að nýta tæknina, auka skilvirkni og framleiðni til hagsbóta fyrir alla. Annað dæmi sem mér langar til að nefna bara þegar áhugavert, það er í henni ótrúlegu fiskvinnslu Samherja á Dalvík. Þar voru þetta er mjög viðkvæm matvæla framleiðsla og þeir þurfa á hverju nóttu að þrífa fiskvinnsluna, og það var orðið erfiðar að fá fólk til að vinna og næturnar við þetta viku eftir viku, mánuð eftir mánuð og annað í þeim túr. Þannig að lokum fundu þeir fyrirtæki út í heimi sem að framleiðir róbóta sem að þrífur fiskvinnsluna hátt og lágt. Þetta er róbóti sem er keyrður á víru. Ég lét setja þetta bara upp heima hjá mér líka og það er alltaf allt hreint þegar maður kemur heim á daginn. Hvet ykkur til að kynna ykkur þessa tækni? Ég var einmitt líka í heimsókn einhvern tímann í svona verksmiðju, og þá bara allt í einu var bara einmitt róbot bara að fara að keyra á mig, sko. Ég var bara fyrir, þú veist, hann var bara í fullri vinnu að færa á milli kassa og ferja á milli og það var bara, viltu vinsalegast fíkja, það er starfsmaður að störfum. En sko það maður verði ekki fyrir vaskurðavélunum þarna á Dalvík, maður getur höfðinu styttri þetta maður mætir á röngum tíma. Nógu þetta þar, við erum búin að spjalla hér ansi lengi. Eru spurningar hér í salnum upp úr bókinni eða upp úr þessu spjalli okkar Ásdísar? Hér sé ég reyndar sé ekkert hér út í salnum út af þessum, hvað kallar við, kastarana. Segðu til nafns og gefðu okkur svo spurningu, ég skal svo endurtaka hana. Björn Skor Ingólfsson spyr sér út í þetta, hvort að eignarhald ríkisins á einni fjármálastofnun í samkeppni við aðrar veiti henni óeðlilegt forskot. Þar eru að vísa í Landsbankann sem keypti TM með eftirminnilegum hætti. Já, einmitt.
Já, ég er bara algjörlega sammála því að það er ekki hlutverk ríkisins eða sveitafélaga að vera í samkeppnisrekstri og þarna erum við að tala viðskiptabanka sem er bara í beinni samkeppni við aðra banka. Það voru reyndar bara fyrir ekki svo löngu síðan 2 ríkisbankar sem betur fyrir nú bara orðin einn og það verður á auðvitað bara að vera keppi okkar allra að mínu mati að berjast fyrir því að síðasti ríkisbankin verði seldur. Ég skil ekki rökin á bak við það okkur við þurfum að vera með ríkisbanka á Íslandi. Þetta er áhætturekstur, þetta er samkeppnisrekstur og við eigum bara að selja slíkan banka og nýta tekinur úr því til þarfari verkefna og vegna þess að það er auðvitað bara hlutverk ríkisins og hlutverk sveitafélaga að standa vörðum okkar grunnþjónustu. Það er ekki hlutverk ríkisins að vera að reka banka í samkeppnisrekstri. En þú er klókur stjórnmálamaður, þú svaraðir ekki spurningunni. Spurningin var hvort þetta veitti þeim forskot. Forskot með hvaða hætti þá? Já, forskot á markað ef ég skil. Já, eigandinn er ríkið á endanum. Þannig að eigandinn það er ákveðin ríkisábyrgð fólgin í því að ríkið sé eigandi bankans sem er í samkeppnisrekstri við aðra. En mér er bara svo umhugað það að við séum ennþá árið 2025 að reka banka með fé okkar skattgreiðenda. Þetta er bara svo skakt. Það er bara með ólíkindum að við séum með ríkisbanka á Íslandi. En nú segja hagfræðingar eins og Gylfi Magnússon að arðgreiðslurnar á bankanum séu slíkar að það væri glabræði að selja hann? Já, en þegar þú ert að reikna sölu verðmæti banka þá tekur þú tillit til þess hvert er virði bankans. Framtíðar arður sem þú gerir ráð fyrir að þú fáir þá hlýtur að taka það með inn í verðmæti bankans og fær þá tekjur af því, sölu verðmæti. En það er auðvitað líka, þú getur gefið þig það að þú færð alltaf ákveðna arðgreiðslur á bankanum en það er líka ákveðin áhætta fólgin í því, þú veist ekki alveg, það getur auðvitað komið hér efnahagshrun eða skellur sem að mun hafa áhrif á auðvitað arðgreiðslur til framtíðar. Hafa bankar einhvern tíma gengið illa á Íslandi? Mig rekur nú ekki minni til þess. Er það ekki? En svo ég aðeins útskýri líka af því að Stefán Einar er að minnast hér á ákveði bankahrun að þá er það líka þannig og rökin voru svolítið þannig eftir bankahrunið að nú við, þú veist, við getum ekki selt bankana, við verðum auðvitað að vera með 1 ríkisbanka bara ef að aftur þetta gerist sem að gerist hér árið 2008 en við verðum auðvitað að hafa í huga að regluverkið er allt annað fjármála eftirlitið er allt annað það hafa auðvitað átt sér stað ýmsar breytingar í umhverfinu kannski gengum við of langt kannski erum við búin að ganga of langt í eftirlitinu og regluverkinu en það er búið að girða heldur betur fyrir svona eftirlitshlutverkið og regluverkið þannig að umhverfið er allt annað heldur en það var 2008. Er einhverju fleiri vansvetta hér í salnum eftir lestu bókarinn eins og Björn? Já, þarna er maður sem að ég kannast allavega við, Andrés Magnússon, gjörðu svo vel. Já, takk kærlega fyrir gott spjall og kynningu á þessari ágætu bók sem ég mæli eindregið með bæði fyrir fullorðna og börn. Sannlega skil börn geta komist vel gegnum þetta og þetta er frábær grundvöllur fyrir lífið. En ég langaði að spyrja aðeins frekar samkeppnismenn. Við búum þetta í algjöru draumalandi þar sem enginn þarf að óttast atvinnuleysi meðan að Samkeppniseftirlitið er að störfum og ver 43 mannárum í að kanna kaldsósu og majónesmarkaðinn. En þetta sem þú varst að nefna hér áðan vaxtamörkin. Þar er greinilega verið að skikka sveitarfélögin til þess að vera með samráð, til þess að beygla markaðinn og gera eitthvað við hann. Með þessum líka afleiðingum og það sem manni finnst mjög undarlegt er það að ekkert sveitarfélag hafi einfaldlega rísið upp og gefið það pólitísku yfirlýsingu að hún virði ekki samninginn lengur þar sem að forsendur þessu greinilega brostna. En á sama tíma þá verðum við vör við það að það er ákall frá höfuðborginni og það er endurómaðinn á Alþingi að það er reyna að strauja útsvarið þannig að það verði allir í hámarki. Það geti engin samkeppni helst verið að þeim vettvang. Hvað þykir þér sem hagfræðingi og bæjarstjóri það? Þetta var svo langt ég nenni ekki að endurtaka þetta, en þið heyrðu þetta sennilega líka öll, þannig að Ásdís,
þú dast ekkert út var það? Nei, ég datt alls ekki út. Varðandi með vaxtamörkin, mér finnst þetta bara mjög góð myndlíking og einmitt svona að varpa sér fram varðandi út frá samkeppninni vegna þess að það sem að þetta er ákvörðun sem var tekin 2015, það byggt á svæðisskipulaginu og það er þannig að hvert og eitt sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu hefur neitunarvald og jafnvel Kjósin hefur neitunarvald sem er afskaplega lítið sveitarfélag, þannig ef að Kópavogsbær vill og er að óska eftir því að fá að byggja utan vaxtamarka þá getur bara Kjósin ein og sér jafnvel bara beitt neitunarvaldinu og þá bara megum við ekki byggja utan vaxtamarka. Þú ert að tala Kjósarhrepp? Kjósarhrepp, já. Þeir hafa neitunarvald á Kópavog? Já, það er þannig og Reykjavíkurborg líka, bara á alla. Þetta er skakt, það er alveg rétt og þetta er að bjaga markaðinn. Ástæðan fyrir því að það ríkir ójafnvægi á fasteignamarkaði er að því að við erum ekki að byggja nóg. Við höfum ekki verið að nýta það land, jafnvel sem er innan vaxtamarka, vel að merkja. Mosfellsbær er með nægt land til að byggja en þau hafa kannski ekki þessa burði til að vaxa eins hratt og þau þurfa til að mæta þörfinni á meðan við erum næstasta sveitarfélagið, við höfum burðina og við viljum og getum byggt hraðar til að mæta þörfinni en þá þurfum við að fá að byggja á nýju landsvæði. Þannig að þetta er að klárlega að skekkja markaðinn og ég held sem betur fer að opinber umræða er komin svolítið á, mér finnst umræðan vera slík að það er svona fleiri og fleiri stjórnmálamenn og bara fjölmiðlamenn átt sig á því að forsendur eru brostnar, þær eru margbrostnar og ef að það er vilji til að ná jafnvægi á húsnæðismarkaði þá verðum við að breyta þessum vaxtamörkum og ég veit ekki betur en að það var nú bara umræða á alþingi þess efnis að breyta skipulagslögunum þannig að við getum þannig að það sé ekki þannig að eitt sveitarfélag geti beitt þessu neitunarvaldi heldur að það þurfi þá allavega ríkjandi meirihluta. Þannig að það er auðvitað bara til bóta. Ég vona að við náum einhverju niðurstöðu þarna. Hvort að ég ein og sér geti bara sagt, heyrðu, ég bara hafna þessu. Ég tek ekki þátt í þessu. Það er ekki þannig. Þetta er bindandi samkomulag. Þannig að þetta er ekki svo auðvelt eins og við getum bara gengið út úr samkomulag. Þetta var sem sagt sett inn í svæðisskipulagið. Og þess vegna erum við núna bara vonandi að sjá breytingar í lögum þannig að við getum brugðist við þessu. Varðandi útsvarið, það er einmitt gott dæmi Andrés að þú sért að nefna það þá ertu væntanlega að tala í tengslu við jöfnunarsjóðsfrumvarpið og sem betur fer náðu við að afstýra því vegna þess að það var frumvarp hér á þingi núna í vor eða í sumar þar sem að það átti að skikja öll sveitafélög sem eru ekki með útsvarsprósentina sín í botni til að setja hann í botn, sem sagt að fara alveg upp í þakið. Já, það var nú gett mér svona óbeinum þetta var dálítið lúmst, það var ekki verið að segja að þið eigið að gera það en það var verið að tryggja það ef þið gerðu það ekki að þá mynduðu ekki fá neitt úr þessu jöfnunarsjóði. Já, þetta var óbeinum hætti verið að segja, auðvitað getið þið haldið þessu bara svo þið viljið en þá missið þið spón úr aski ykkar. Já, þetta var svona óbein hættun að þá fáið þið minna fjármagn úr jöfnunarsjóði. Hverju hefði þetta munað fyrir ykkur? Þetta hefði reyndar ekkert munað svo miklu en ég barðist ég var mjög hávar að berjast gegn þessu og það var ekki af því, ég var ekki að horfa þetta út frá hagsmunum Kópavogs þar að segja í tekjumissi, þetta var ekki háar fjárhæðir, við erum sem sagt með útsvarið ekki í botni, rétt fyrir neðan hámarkið þannig að þetta hefði haft einhver áhrif en mér fannst þetta bara prinsipplega séð bara skakt og bara talandi samkeppni þarna átti bara að segja þarna var beinlínis verið að hóta öllum sveitafélögunum að vera með útsvarið í botni burt sér frá því hvernig þau eru að reka sveitafélögin hvort að sveitafélög sem að vilja kannski skila góðum rekstri og ábata þess í formi lægri skatta til sína íbúa. Þarna var bara beinlínis verið að segja, nei, þið eigið bara öll að fullnýta ykkar skattstofn, vera með henni botni, burt sér frá því hvernig þeir eru að reka sveitafélögin. Þannig að þetta er líka það sem að þetta er svo klassískt svona viðhorf stjórnmálamanna að koma með einhverja svona lögbeitingu og handstýra því hvar skattarnir eiga að vera og meðan það eru þetta
sko sjálfsákvörðunarréttur okkar sveitafélag alltaf hjá okkur og þarna var bara að mínum næstum því verið að brjóta þessi réttindi okkar ef af hefði orðið, en sem betur fyrir náðum við afstýrið þessu. Þannig að það ekki, þessi hótun var allavega ekki inn í jöfnunarsjóðsfrumvarpinu og við munum áfram bara vera með útsvarið þar sem það og svo áfram auðvitað bara standa vörð okkar góðan rekstur og við auðvitað leggjum mikið metnað í það að skila traustum og góðum rekstri til okkar íbúa í lægri sköttum. Þetta svar og spurningin endurleið sönnun þess sem ég vil lengi haldi fram að ef það einhver maður sem getur breytt góðu partí í framboðsfunda þá það Andrés Magnússon. Þakka þér kærlega fyrir Andrés. Ein spurning að lokum sem að má ekki koma frá honum. Ef það ekki annar þá getur Björn tekið aftur, hann var svo duglegur að lesa í nótt. Gjörðu svo vel Björn. Það var eitt annað sem hann var að tala það var hann að virkjunarframkvæmdin í Tennessee og varandi afskipti þar og þar var líka þetta var á einhvern tíma í Bandaríkjunum þegar var þannig að þeir voru að byggja Bandaríkjunum upp eftir pressuna miklu eða heimskreppunum. Það ef við tökum Landsvirkjun hér í dag, Búrfellsvirkjun byggð út af því að það byggði náttúrulega á að reisa álver hérna og þá þetta ríki sem gengur ábyrgð fyrir því. Í dag samt Landsvirkjun samt fyrirtæki sem gerir því að engum öðrum kleift að vera á þessu markaði þannig séð. Fyrir utan kannski smávirk og Ítalíu Suðurnes og séð einhverja smávirkjanir. En þær eru samt stoppaðar af. Hver það með að ríkið sé endanlegur ábyrgðaraðili á Landsvirkjun ef allt fer í skrúfuna þar? Mér finnst þetta að tengja saman af hverju við leyfum ekki markaði frekar að ráða varðandi framleiðslu á rafmagni og dreifingu. Það vil að spyrja í raun og veru, viltu líka selja Landsvirkjun? Má ekkert verið í friði Ásdís? Þetta bara góð spurning. Nei, ég minna það má alveg skoða það. Af hverju á ríkið að vera að reka Landsvirkjun. En ég verð nú bara að segja, það er pólitísk sprengja að segja af eða á, nú pólitíkusun hér, en auðvitað finnst mér samt sem áður svona heilt yfir, þá alltaf hollt og gott fyrir okkur bara að horfa svona heilt yfir hvað ríkið að reka og hvað á ríkið að vera að reka. Ég held að við séum öll sammála því að ríkið að standa vörð velferðarkerfið okkar og að reka velferðarkerfið okkar. Það þarf ekki að reka eins og með heilbrigðisþjónustu, við getum úthýst algjörlega þjónustunni en endanum auðvitað samt sem áður heilbrigðisþjónustan hjá ríkinu og við viljum auðvitað og við erum með svona ákveðna þætti sem að ríkið á að vera að reka. Hvort að ríkið eigi að vera að reka Landsvirkjun, ég hef nú reyndar á sínum tíma að tala fyrir því þegar ég var svona aðeins að grúska í þessu að það mætti allavega að minnstu kosti stíga einhver skref, byrja að selja hluta Landsvirkjun og svo svona byrja að stíga þessi skref en það má alveg velta fyrir sér hvort að við ættum bara að selja Landsvirkjun öllu leyti en ég held að við ættum samt að stíga varfærinskref þar. Þetta var augljóslega jarðsprengjusvæði, svo ég túlki þetta. Við ætlum að fella tali núna svona nokkurn veginn. Þakka þér kærlega fyrir Ásdís. Ég ætla að fá að skála við því hérna í Negroni. Vissuð að það alþjóðlega Negroni-vikan heim allan. Hún hófst núna á mánudaginn og afmælisdaginn minn. Ekki út af honum reyndar en hér eru Negroni í glösum. Þér finnst Negroni vondur? Mér finnst hann ekki góður. Nei. En manninu mínu finnst það mjög góður. Já, ég veit að hann kannski dregur það að landi. Ég veit að þú ert á leiðinni í ferðalag á sólríkari staði núna á morgun og ég var beðinn að koma hérna á þig 2 derhúfum. Það ekki þessa bleiku en það frá klakavinnslunni. Þeir eru aðalstyrktarar Negroni-vikunar á Íslandi á ári hverju. Það skemmtilegt að ágóðun af þessari viku þetta árið rennur til Dropans sem eru styrktarsamtök fyrir börn með sykursýki. Og ég veit að ég gat með þess til að þú myndi velja bláu húfuna því stjórnmálamennirnir eru alltaf svo fyrirsjáanlegir ólíkt okkur fjölmiðlamönnunum en áður við
ljúkum þessu góða samtali hér sem að við getum eitthvað haldið áfram hér við barinn og eftir þá langar mig eins og ég lofaði í póstið til ykkar til að upplýsa ykkur bók októbermánaðar og því að það auðvitað spenningu fyrir því hvað verður tekið fyrir næst og það verður að segja þess og að það verður nokkrar vendingar í þeim málum fyrir svona kannski 7-8 vikum síðan þá tók ég ákvörðun að við myndum lesa bók sem að ekki margir Íslendingar hafa kannski rekið augun í en hafa ástæðu til að lesa eins og heimsbyggðin öll raunar og ég hafði samband við Pennan Eymundsson sem einn af samstarfsaðilum okkar og spurði hvort að þeir gætu pantað nægilega mörg eintök til landsins á þessum tíma til þess að það yrðu eintök til reiðu í upphafi októbermánaðar fyrir okkur til lestrar og þau heldur það nú afskaplega gott að vinna með þeim því góða fólki sem að rekur þá mikilvægu menningarstofnun og úr varð að við ætlum að taka fyrir bók hér eftir fræðimann við King's College í Bretlandi, Michael Dillon sem skrifar stutta og hnitmiða en mjög aðgengilega bók sem að nefnist We Need to Talk About Sea og fjallar eða dregur upp nokkuð heildstæða mynd og áhugaverða mynd af ferli stefnu og áhrifum Xi Jinping forseta Kína á heimsbyggðina. Þetta mögulega valdamesti maður í heimi, ef ekki valdamesti þá kannski annar valdamesti og það margt að gerast í Kína sem á erindi við okkur þó að þetta ríki sé langt í burtu. Ríkið hefur áhrifum álfur allar orðið og ekki útilokað að á næstu árum geti komið til átaka, vopnaðra átaka milli þessa næst fjölmennasta ríkis heims og vesturveldana. Og mér hefur þótt aldrei skort á það í mikilli umræðu stöðu heimsmálana og sérstaklega þessi ofurfókus sem að á Donald Trump í Hvíta húsinu og þann takmarkaða tíma sem að hann mun ríkja þar að við horfum í mínum huga ekki nægilega vítt og breytt við sviðið, bæði auðvitað Kína en Indland líka og margt af því sem að gerast í Afríku leið. Og hér bók, hún um 180 síður, maður sem hefur rannsakað þennan mann mjög vel og fer með yfirveguðum hætti yfir hans sögu og þess vegna erindi til að taka hana fyrir og ástæða þó að hún sé á ensku, ég veit að einhverjir vilja hafa þetta bara á íslensku en hér erum við með verk sem að á erindi og ég hvet ykkur til þess að grípa ykkur inntak og renni í gegnum grúska, skoða kafla þarna, ekki endilega alla en þá kafla sem að vekja eftirtekt ykkar. Skömmu eftir eða nokkrum vikum eftir að þessi bók varð fyrir valin og við pöntuðum hana var tilkynnt að Halla Tómasdóttir forseti Íslands var á leið til Kína að tala á alþjóðlegri jafnréttisráðstefnu og myndi hitta Xi Jinping og það setur þetta auðvitað í annað samhengi fyrir okkur því okkar þjóðhöfðingi mun núna eiga erindi og bein samskipti við þennan magnaða mann sem að hefur náð ótrúlegum völdum í þessu mikla ríki og þess vegna setur þetta hlutin í enn annað samhengi fyrir okkur og það vonandi að þegar Halla kemur heim af þessum fundi að þá verði ekki svarið eins og hjá þáverandi þjóðhöfðingi okkar fyrir 30 árum sem að fór á samskonar ráðstefnu til Kína og sagði að mannréttindi væru afstætt fyrirbæri. Því að þau eru það sannlega ekki og hér í þessum heimshluta og undir stjórn þessara manna að gera hluti sem að við þurfum að veita eftirtekt og mögulega fordæma að mínu mati. Ekki of mörg orð það en við munum hittast hér á þessum vettvangi undir lok októbermánaðar með góðum gesti, ræða stöðun í Kína, hvað blasir við okkur þar, horfa og skyggnast til dæmis yfir sundið og sjá eða velta fyrir okkur hvað muni gerast í Tævan á komandi árum. Þessi bók komin í bókabúður, treysti ég og hlakka til að eiga samtal við ykkur hana bæði á síðu Morgunblaðsins og svo á þessum ágæta fundi. Takk ykkur kærlega fyrir komuna.